sko. Ég veit að það var ekki margir eða heldur ekki margir sem kom. Já, og fólk fer svona bara hamförum og Facebook stundum og svona bara, og ég segi alltaf bara, endilega komið þið. Náttúrulega, við erum velkomin á annan íbúar á Laugardals, mánudaginn 9. desember. Ég Rafn Stefán og við viljum bara vinda okkur í þetta. Það allir mættir. Allt mætt. Fyrsta dagskrá erindi íbúar á Laugardals til umhverfis- og skipulagssviðs, skrifstofur, samgöngustofa. Þetta ábendingar sem við tókum saman síðast og fór setti fyrir okkur á mjög snyrtilega máta á Google Maps og Heimir tók svona stuttarlýsingu fyrir okkur saman. Þetta þá komið áleiðis eitthvað? Nei, þetta ekki komið áleiðis. Við erum að bæta mögulega við athugasemd frá íbúa hér. Já, þess að við munum kannski þá sendi íbúi það 2 mánuðir síðan á ráðið ábendingar að hann hefur verið í sambandi við Rannveig fyrrverandi formann fyrir hvað 1,5 ári síðan. Hún hefur farið til fundar við að mig minnir og var að rekja áhyggjur af umferðaröryggi kringum Laugarnesskóla. Og ef munið það spurði á farið þetta upp í Bjarna frá samgöngustjóra sem kom þetta fyrir 2 fundum síðan. Hann fór í gegnum þetta. Þannig að ég benti alla og einhver á að ef þið hefðu áhuga að taka þessar áhyggjur þess að ágæta íbúa inn í ábendingum. Þá væri þetta ágætis tímapunktur. Erum við saman því? Við hefum náttúrulega líka notið góðs að því að fyrir fulltrúi foreldra náttúrulega foreldri hér á svæðinu, þannig að þetta var alveg nefnt oft við, eða þú veist á fundi og við nefndum það ekki við. Bjarna sem kom í það. Við hefum bara rætt þetta sko, en það bara minnst. Og það svo rálti og nefnum rálti sko. Þú ert að tala um Laugarnesskóla, ekki bara það sem var besta fólkið. Það ekki bara það. Nei, ekki bara. Hann fyrst á fyrir, í Guðlisfjörðin líka. Svo sem við fengum ekki frekar lýsingar á þessu frá viðkomandi íbúa. Nei, en við báðum þetta upp í Bjarna, eins og þú sagðir, og hann þekkti alveg þessa vangaveltu úr hverfinu. En sagði jafnframt sko að þeir væru meðvitað þetta á einhverjum svæðum og væri sammála svo að hluta að við minnir, þið kannski minnið þetta beint, ég veit það ekki. En sagði samt, við teljum að ef við forgangsröðum einfaldlega öðrum svæðum hærra heldur en þetta sko. Það peningar sem þeir hefur. Já, maður er að tala miðað við bílaumferð og gangandi umferð eitthvað, þá væru einhverjar fullveðsveranir reiknaðar út og það væri til staðar þarna. Þess vegna væri það svolítið annað í fólku. Já, það var alltaf hana. Já. Það er þannig búið nokkuð. Ok. Bara við og sendum þetta svo á stjóra. Já, það getið því að skjalið liggur náttúrulega svona fyrir. Þá má náttúrulega bara, ef þið hafið áhugað því, þá má bara bæta bókar að samþykka bæta við athugasemdir vegna umferðaröryggis í grennd við Laugarnesskóla. Já. Þá fæ ég bara punkta frá þér. Já. Þessi samhengi langar mig að nefna að það var að gera sérstaklega öryggistekt á umferð í á vegum íbúðarlags Grafarvogs. Og 2 starfsmenn í Grafarvogi tekið þátt í þeirri skýrslu öðru máli þetta en fast áhugavert einhver stað en þarf fyrir það og geta það nú ekki. Ég get svo sem líka alveg fyllt upp í það er sem sagt bara starfshópur á vegum þessum íbúðarlags skipaðar af fólki úr hverfum og einnig sem í fulltrúum ráðsins. Já, sá það. Og þessi starfshópur var hitan og þungan að þessari vinnu sem var allan eftir þeim
gríðarlega mikil vinna sem fór í þetta og fengu svona inn frá starfsmönnum borgarinnar. En það var ekki þannig að þessi starfsmenn hefði unnið þessi skýrslu eða komið með, hvað getur þú sagt, blóðbeint inn í þessa vinnu og meira svona svöruðu spurningum og skýrðu út svona. Kannski við þurfum til. Það var að næsta dagskrá. Vegna beiðni vegna fyrirhugaðra breytingar á deiliskipulagi LTS á Vogs fyrir Geirsnefnd. Það að biðja ykkur að skila inn umsögn. Fyrirhugaðra breytingar. Þetta á deadline. Var 5. des, en þið hafið svigrúm þó ekki mjög mikið til að koma ykkar á framfæri. Já. Þetta er strengri í tímarammi og þetta er skipulagslýsing. Hvað? Þetta er íbúðarsamfélaginu. Aðalega bara að þetta snýst hvort að Geirsnefnd hefur verið fyrst og fremst fyrir verndareigendur og útisvæði sem stóð í rauninni lítið skipulag til annars. En borgarlína þarf að fara að einu eða framhjá, hvernig sem það var. Það er svona eins og það er í rauninni verið að staðsetja hana á svæðinu og svo er það að tala að gera mögulega einhvern forgargrafnafn, einhvern útivistarsvæði fyrir tvífættaríkar. Og það var spurningin í það. Umsögn sneri að því, bara við jafngargraf og borgargrafni. Að hundagerði finnst að hundarsvæði finnst líka vera gott. Grannáð var búin að álykta líka og þeir voru að vildu fá góðan aðgang fyrir hunda og góðan aðgang fyrir bíla. Við vildum hafa góðan aðgang fyrir hunda og fólk. Svo stutt útgáfa. En þetta er það þannig. Mjög stutt. Geirsnefnd framhjá á Gömstum. Já. Já, ég Það má sjá hana til að umsækna þetta að skróla bara niður, sko. Það er hann inni sést. Góða breytingar á Geirsnefnd myndi takmarka alveg sem myndi skerða mjög aðgengi í stórskópsfundi eða sem þurfa aukið aðgengi. Já. Reyna núverandi lausagöngusvæði hunda í borginni sem aðgengileg. Þessi þurfa góða aðstöðu. Já, ok. Sem er auðvitað bílastæða. Já, bæði og já. En ég meina að þetta já, það sé ljóst, sko, að hundaeigendur sem búa einhvers staðar lengst í burtu koma það í bíl. Skrítið, sko. Nei. Svo það er náttúrulega verið að fylgja svæðum. Bara í mörg ár var bara 1 eða 2 og það ég mjög í ókyndarum í hlið því að það sé fylgja smávættagerðum sem eru inn í byggð. Það sé allt eitthvað svona, það væri alveg svo langt í burtu og eitthvað. Ég held að svo hugmyndafræði liggi í mjög skæðisvíkla fyrir borg. Það sé alltaf bara eitthvað svona stórverslandi eða skólandi sem þarf að vera burtu. Það bara skælast ekki upp. Ég tek alveg verið þegar hún þetta er eina aðgengilega svæði. Mínum hann er í Sóló á Lýsvögnarsvæði, sem er einu svæði sem flugum fara með og sleppa laus. Þetta myndi skerða ef að það er skert þarna bílastæði sem sýnist vera á dagskrá og vera eitthvað þarna snorkjaðing. Ég held að nú ég ekki hundaeigandi, sko, en ég hef stóð
skemmtilegt að sjá hundaeigendur vera að hafa alls konar nýta lausnir og svona. Það er mjög veglegt svæði og það er fyrir sig að það líklega fer þetta yfir geislunni borgarlínu með síðuna. Skilum tvennt. Og það er kannski þess vegna aðbætandi líka að koma einhver skikki á geimfyrirskipulag á þessu svæði. En ég held að þú mætti ekkert forgauka hundagerðum og setja aðeins meira mennta í að gera hugulít og skemmtileg fyrir bæði hunda og eigendur. Maður hefur séð bara erlendis að það er hérna í þekkiborgum, bara eins og New York. Er hundagerðin næstu ykkur meinst almenningskvæði sem er bara, þú veist, með plöntum og einhver fleiri heldur bara mjög, eins og fyrir sem þeir eru. Alveglega stór. Já, bergur og flýr og eitthvað bara, sko, hérna sem að veikur áhuga og við þröfkaðum hundana og hefur eitthvað gaman fyrir það. Og mér finnst að það væri eitthvað sem ætti að auka frekar en að hafa eitt stórt opið svæði, það mætti síðan fjölda einhvern litlum svæðum og hafa meira upplugt og einhver hugsun í því, sko. Það mætti alveg, út af þetta er mjög stórt svæði, þannig að mætti alveg minnka það aðeins, en það er samt alveg nauðsynlegt að hafa svona stórt svæði líka fyrir þá hundur sem þurfa virkilega mikla hreyfingu, því að þessi hundagerðir sem eru innan borgarmarkanna núna sem eru minni öllum bara frímerkisstærð fyrir stóran hund, sko. Sem það hefur. Og fólk bara að fara hana, þetta ekki dalinn eða hvað heitir dalinn í Marðarsson. Hvað er Marðarsson, já? Dalinn, mitt. Og svo alls hómsveiðin, þrátt fyrir merkingar, veistlíkni af hlaupastöðum í lausfjöldasvæði. Það er viðurkennt ljósveiðum, það er bara utan borgarmarki. Já. Það er viðurkennt. Ok, ég hef ég lagt það sem var ennþá inn í prófunu. Og það. En já, þannig að það er nú, þú veist, þannig að þá ber fólk greinilega fólk að minnst að henda einhver. Lífeyfélag Ármann hefur sett mjög flott hjá þeim. Það vekja athygli á því að nota þetta fyrir tilsetningu almennings og búa til íþróttasvæði. Íþróttasvæði, þetta er alveg rosalega stórt svæði. Helmingur nýttur eiginlega. En ég fór hætti við að fara með, ég til laboratóri í 100 ár. Ég fór aldrei að segja með viðbjörn. En fólk er ekkert að taka upp eftir undan sín og það er enginn sem sér þetta svæði er svona þannig laga. Nei, við vorum að starta með að taka sko ruslið þegar fyrst við komum. Já. Það er enginn sem lappar svæði hérna, en svona það var einhvern veginn ekki alveg að vantaði þessu eftir fráðun og náða, það vantaði svona reisleik. Geta virðingu. Þetta er svo ákvæmst flott svæði, eða því alveg miðsvæðis og flott svæði. Mjög flott svæði. Sér líka hérna frá dýraþjónustu Reykjavíkurborgar sem það er að mynda að hérna það komið upp með svona æfingasvæði til tækjum og þeirra sem að vera í svæðum. Það er ekki hérna það er bæðið á hérna að það er almennt hafa lausagöngusvæði hunda yfir hlutarskipulagi í borgina. Lausagöngusvæði eru komið fyrir þegar það er fullbyggð. Þannig að það væri til þetta endurskoðun og stöð fyrir og gera allt fyrir sjálfs. Söndan og eiginlega. Og það er hérna umsögn frá félag ábyrgra hundaeigenda sem var ekkert svo jákvætt gegn þessari breytingu. Og það er hann að vera að gera í gegnum mitt gesnum. Og þetta er í síðasta aðgengilega lausagöngusvæði. Þá leggja þau til að það sé í rauninni lausagöngusvæði sé norðanmegin við sem borgarlínan sker gesnum. Eðan sem sunnan sem sagt væri borgarlínan. Þannig að það væri þá ósnert lausagöngusvæði norðan sem væri ekki yfir veg. Þeir og hundar eru ekki. Það er ekki vinur. Ég fannst líka á þetta og þessi bara fyrir þess að við hefum sagt með sér sko að því að finnst það ekkert sjálfgefið heldur að borgarlínan fari þarna í plani sko yfir, ég minna það er alveg ein útfærsla þarna, ég minna þú ert með laxveiða á þarna sem þarf að passa upp á og svona að borgarlínan fari bara blúðan yfir. Það getur bara alveg orðið niðurstaðan, einmitt til þess að vernda ána og hennar umhverfi. Þá þá er náttúrulega sparast land þarna líka og
Mér finnst þetta, en svo náttúrulega, þetta svolítið svona, já, þegar ég hugsa hundaeigendurna þá náttúrulega hundaeigendurna búa einhvern hverfum alltaf og svo þetta svona svæði það sem svona allir hafa geta farið en svo þá hugsa ég líka ok, það líka hægt að fara út í Geldinganes þetta fara hérna yfir í hérna. Við talaðum það hérna þessar umsögn að það verðandi byggingaland þannig að það tryggja þeim svæðum, það er ekki stílið þessu svæðum hunda og það er óhúnsmynd þannig að það er ekki svona framtíð í því sko. Svo það svolítið sérstætt á Íslandi að við hundahaldið skuli vera þannig að fólk þurfi lausa göngusvæði, það sé ekki hunda sé þetta ekki bara á taugum og að sleppur þeim að þú hafi ekki stjórnað, það finnst mér ekki. Ég finnst að þetta er náttúrulega pasta því við erum hund í bók þegar við sjáum fyrir hreyfing, það er ekki eða marga við, kannski það síðan að segja. Ég hef náttúrulega allt svona en ég hef ekki sterkur skoðun á þessari umfragna, mér fannst ekkert eðlilegt en það ætti ekki að vera bókfragna. Nei, ég segi það. Og líka að það er bara verið að koma skipulagi á svæðið sem óskipulagi. Það breyti einhverju lausnumsvæði var ekkert skipulagsbreyting eða það var bara fyrir viðbómið. Fyrst fyrir að það er verið að setja skipulagi á svæðið sem óskipulags. Eins og ég les frá skipulags eða í skipulagsskapinu. En Er þetta, stingur ég að nauðsynlegt að við höfum skoðun á þessu sem ráð eða? Það er óskast fyrir umsögn, en ef þið hafi ekki myndið þegar, þá er það ekki lengra. Ég finnst þetta bara svolítið, samvæglunum, við finnst þetta svona, já, við finnst þetta líka stengist stærra. Það eru búið að grafa hálfstólum sem eru árbært. Nei, líka bara með þetta að það séu fleiri svæði út allan borg og allt þetta en Ekki okkar að þetta nei, það finnst það tengt en svona þetta bankar einhvern veginn ef þið maður tala það. Þess vegna held ég að það sé að senda þetta víðar heldur en ekki því að þá sé álitið að það sé sameiginlegur staðir fyrir nokkuð það sem til í því. Svo er annars sem félag þetta bendir á að það er verið að fara því að vera með lausgöngusvæði því að vera með mjög takmarka gerði, það er ekki að sama. Og stóru hundurinn, þeir þurfa meira svæði til að fá út oss. Og ég get alveg tekið það, það væri mikið missir að það væri farið út stóru lausgöngusvæði í lítið gerði. Það er alltaf agalegt að það er enginn sem er með hirða. Ég vissi það ekki. Það er mjög nýtt. Það er ekki gott annars. Það er alveg góð punktur aðgengi því að þegar þú ferð fyrir ofan á Rauða vatn þá er aðgengi fyrir bílaeigendur við bort en leið og er undir við hjólastólina eða það bara kemst ekki að koma fyrir svona. Ég var til að senda inn umsögn frá mig bara að skella því að það verði náttúrulega fyrir stærri undanlands og þessi aðgengilegt skuggasvæði á vegum borgarinnar og ef það verður að fjarlægja það núna þá erum við að skemma þjónustu og skeiða fyrir mannum. Við ætlum að tala frá okkar hverfi hérna, þá eru íbúar hér að missa lausagöngusvæði í návígi. Þá getum við postinn hvað mætti þá vera svona svæði í staðum. Það er alltaf lausagöngusvæði ekki í smáhúsum eða líka. Það er ekki. Mjög óspennandi. Ég er það ekki með. Nei, en það er það sem er kannski umfram í því að þjónustu sumukörnum. Það er sorglega, en það er miklu stærri. Ef við horfum að bara búa hér sem við erum með hund, þá eru þeir sem búa hér þá missa einhver fríðindi sem hafa fylgt því að búa hér. Það er það sem við. Ok, og ég fætti drögg á Facebook og samt Kannski benda líka á. þannig það bara strax. Hvað er mikið næst? Ég myndi mæla með því að þið myndi gera þetta bara sem allra fyrst, já.
En best á þessa sem komið upp að það sé enginn að hirða á í stað. Og líka sem hún nefnir þetta alveg vel hérna. Og svo hérna, ég var að gæðum hundagerðis og svæðum nú. Já, Meina skorleggingu og það er svona alveg. Við tekur á öllum. Það seldur upp í samanlíku. Var þetta algengið þá ekki slíka? Það er ekki búin að merkja honum. Það var ekki, ég var ekki meðvituð það. Svo sem þetta heimsögnum var ekki bara ég var rúlegast en að hundar fengi að fara með borginu. Starfum á það. Já, það er eðlilegt, sko. Ekki Já, bara ég meina, með eitthvað svona eins og kring. Ég meina, það er mjög ekkert óeðlilegt það að dýraeigendur fá þetta dýr sem er í almenningssamgöngum. Þannig að sérstaklega ef það er verið að miða svona kannski minni umferð og já. Þá væri það raun fyrir að hafa stórgerð því að þá var þetta nálægt með stærstu stöðuna. Þó að gæstum sig kjöpta og jafnvel að sé hluta í þörfum Ísland og langstæst svæðið á Reykjavík en á höfuðsvæðið þá. Þetta er samt ekki, þetta er land, þannig, og þetta er ekkert land sem þú myndir fara að rækta og mikið eða eitthvað fólklegist, þetta er ekki nytjaræktunarsvæði, þetta var landfylling sem var. Gæstum í landfylling. Þetta sé bara mjög fjölbreytt landfylling. Ég meina það velta fyrir sér já, svona, kostið nægum. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sem að greinum með það. Já. Þeir eru líka svæði. Þetta er enga. Þetta er ekki forðan eitt að laga á þessu húrum. Það er skadar á hvernig hunda einhverja. Merkt fyrir jarðvegsmengun. Ok, íbúar á Laugardals bendir á það að íbúar Laugardalsins að fara því að kost og stóru lausafjörðarsvæði í Kjöngufjörða yfir í að fá talsvert minna undirgerði skipulagsskjöld. Einnig höfum við að mækja af því að þau sem þurfa aukið aðgengi þetta séu að fá skerðingu. Já, lífsgæði bara, já. Okay. Þetta með núna bara því að mér varst ekkert sjálfgefið að þetta fara að hoppa einhverju smábrú þarna til þess að nota borgarlandin til vill. Við vissum að eitthvað arkitektningur ekki svo alltaf búið. Já, náttúrulega sko í næsta eldsfráliðinu. Ok, komum smá texta heimir. Hvað er næsta? Jú, ætli að klára þetta bara á milli funda. Getur maður að klára það núna? Ég þóla ekki heima hennu, ég týrði hana. Já, bara klára það. Íbúar á Laugardals bendir á það að íbúar Laugardals er að fara að eiga kost, fara úr því að eiga kost og stóru lausafjörðarsvæði í Göngufjörðar yfir í að fá talsvert minna hundagerði þessar skipulagsskjöld. Einnig höfum við áhyggjur á því að þau sem þurfa aukið aðgengi nota beltisfólksveg hunda séu að auka skerðingu á lífsgæðinu. Við hvetjum til þess að geta þessu tvennu. Þannig. Ok. Þá fyrir við áfram. Það er borgarlínan. Skipulagsbeiðni. Umsóknarbeiðni. Þið erum alltaf búin að lista. Það er ekki hvað segir. Sjötta, Já, fyrta.
Við höfum með að við bara kannski jólunum og lesum það. Ekki betra að gera í jólum, sitja og lesa. Ég veit ekki, ég tek fram, sagði ég það var kannski ekki allir komnir. Það verður sameiginlegu kynningarfundur fyrir íbúðaráð miðjan janúar. Hann verður örugglega, það getur verið tvískiptur. Það var tekið hverfið sem kannski eitthvað sameiginlegt landfræðilega, þá hægt að fara nánar út í til þess að snerta einstök hverfi. Svo skilst mér einnig að það verði annar stór fundur, íbúafundur, eða þess að bara opna fundur í ráðfundum. Ok. Hvernig fundur það fyrir hérna? Eitthvað. Sem búið kannski það. Ég spá hvort þetta sé í alveg Annar mánuður er 13. Já, þessi fundur, þessi kynningarfundur verður væntanlega eftir 13. Já, vonandi. Þannig að þið getið annaðhvort rætt þetta mál hér, en afgreitt að þið getið falið ráðum í samvinnu ykkur að gera umsögn og biðja eftir þessum kynningarfundi. Eða tekið þetta aftur upp á janúarfundi, en þá verður samt kynningarfundur væntanlega ekki búinn. Hvernig heldur það sé? Og eða eftir miðjan janúar. Þið ekki vekið frest með svona umsögn fyrir eftir þá kynning. Jú, fresturinn 25. Þetta er þetta. Já. Þetta er 5. janúar, já. Ég má gera taka þetta fast á næsta fundi. Geta. Já, þá þetta senda mér þessu punktar sem skýrt á mánu. Ok, það er það heima hérna. Ok. Já, ég held að það sé alveg mikilvægt að vera búinn að setja sig inn í þetta fyrir til að fá eitthvað út úr svona kynningum. Einmitt, sko. Það var stór snertiflötur við þessari fyrsta legg við okkar gríðarlega þjónustöðu. Skiptir sögum þeirri og fjóðaröldur sem það ekki verið, við verðum sérstaklega að lokum ekki verið og svo auðvitað íbúðum til þess að vara í bæ. Já. Alveg kljóðum og klefum bara að segna endur. Það er þetta. Ég hefði að segja að byrja með annan okkur. Sáta. Við fagnar þig. Ok, þetta er við. Það og slagast okkur með það. Við myndum það blæstus. Það misti áhuga strax eða. Ég var að stokka mér inn í 3 mismunandi pefar yfir leikriðar. Ég fann spenntur sko. Það var yfir leiðirnar sko, þarna í gestinni. Mismunandi leiðir, já, 2 prísir og 1 bara kemur fyrir gestinni og með mismunandi áherslum frá kostningunum. Með tilliti til að það sérstaklega að taka alveg lífríki í allir ánum. Og leiðirnar sem Það var vel unnskýrt. Já, mér finnst það mjög. En ég sá akkúrat borgarlínu og þetta skipulag í Luxemborg. Slá gaman að sjá. Ég hlakka til að við vona ég fá að upplifa borgarbúi og þetta er hjólaleiðarnar, það er mikið hjólaaðvandi. Og við notum líka gamlar brýr til að búa til svona hjólaaðstöðu og eins og já, það er aðeins leikna við í þessu borgarskipulagi en það er svo gaman að sjá svona gamla brú yfir á eða svona gil og svo svona glesi eða undir svona hjóla, innbyggt svona hjóla geymsla og líka bara braut sko. Já, ok. Flott og eitthvað svona upp í við. Það var gaman, það var mjög flott að sjá. Þetta permanent í Luxemborg, já. Ég er spennt. Það verður alveg spennt. Það næsta mál á dagskrá. Bréf Umhverfisstofnunar
náttúruvætti. 3 náttúruvætti innan borgarmarkanna. Fossvogsbakkar, Háabakkar og Laugarás. Stjórnar- og verndarráð. Sérstaklega formlegt kynningarferli hefjast vormissveik 2005 og útgáfa stjórnunar- og verndaráætlunar verið tilbúin sumarið 2005. Við erum þá líklega skilgreind samráðsaðilar. Já, verndaráætlun. Og það var þessi sem var Við erum ekki í Mókirkju. ljós. Háabakkar það, já. Jarðminjar í Laugarás. Já, það er Jökulrákir. ég með sér sko rútina og svo En það er tekið fram sig hérna ákvæmum við svæðið. stafsökulegðu bara að veist það. Unnaður áfram að upprætingu framandi tegunda og ná fram þeim jökulminjum sem gera svæðið sérstakt. Við erum það bara göngustíg. Ég. Sem þetta er að gera um Laugarás-svæðið. Hljómar Veist það? Það Laugarás sérstast á appelsínugulum listaðu svæði í hættu. Það er búið að vera bara hér síðan. Þarna upp á hérna. Já, ofan kirkjunum. Stoltir að lóðanum. Það er það, en þú veist, það er sem bara það er nýta að það er miklu stigum og svo eitthvað, bræða minni þessu. Langaðum við náttúrulega heima hann í þessu stofa. Ég kom hann Já, það er alveg. Það verður sér neðan, það var líka það líka. Ég ætla þessu á þessu. Það var mjög best. Já. Við kemur lúpina, þá kemur næring og þá var það reyndist sko flóðan á svæðinu. Þannig að þetta er svoleiðis sko. Já. Ábak. Að halda þessu þá var bara alls fyrir að veipa. Já. Það er þrengist að auki í þjónustu í sem það er. Það er að stimpla sem í kemstusvæði. Þannig að þess að láta okkur vita að þessi vinna er hafin, hún klárast hana fyrir sumarið, sumar. Þannig að þess að koma inn, síðan sem ekki hægt. Það var að koma inn hana fundikirði, þau eru búin að funda hérna tvisvar. Þannig áttun og hverja. Við megum þátt í þessu ferli ef við erum ákvað því. Síðan áttu líka við Háabakka sem eru fyrir neðan nýja hverfið í voru. Við erum á myndinana á lendingarsíðunni. Já, þú getur smellt á hérna linkin frá umhverfisstofnun. Hérna eru þeir. Það er bara við ána. Já. Það er mjög spennandi svæði. Það var bara einhvern veginn fyrir neðan verkstæðin, þannig að það er kannski alltaf mögulegur að umhverfið sem umhverfið. Þetta er hérna skálega Ósaset, ef ég maður rétt, svona þessum að hérna árfarvegurinn var og svo lengdist stöð í bakkann og það settist niður sveit svo kom hérna eitthvað flóðið að rofa það og fjarlægði opna einna á settlun sérstur sem að er skýrt og það er það sama sem sést ofar í Elliðardalnum og sandbakkanum sést það síðan að rétt hjá Gulbrúnni sést svipað sko. Þegar Hóka byggði skipinu, þá var gert ráð fyrir allavega að það yrði svolítið göngulegri sko þarna á bakkanum fyrir ofan. Þá var verið að hugsa þetta að gera þetta svæðið aðgengilegu. Það sem vantar kannski er náttúrulega bara að vísa þessu fram í einhverjum sko kennslusamhengi eða sem þeir kennsluefni og lesa þessu.
Og líka kannski bæta aðgengi. Þetta hefur náttúrulega bara verið að í Voginum, sem hefur alveg verið lokað mjög aðlaðandi. Þannig að það er bara fólkið drast og fyrir neðan innansvæði eins og var og svona. Ég held að það gæti breyst líka með tilkomu skóla sem fyrir fyrir ofan. Þá er framtíðin, en svo held ég að eins og segir að svona umhverfisvernd sko á svæði bæði þessu og þá bara lögum sem ýtir undir náttúrulega möguleika til að nýta svæði fyrir kennslu og fræðslu og líka bara til að njóta það sem íbúar að íbúar sko. Það engin innverðan, það engin umstyrjan eins og. Nei, það nú máli sko, og það erfitt að komast að þessu í raun. Það er losslega að Já, bara, já, þetta ekki spennilegt sko. Eins og mér finnst þetta bara mjög öfnilegt sko. Og svo finnst mér líka það þriðja sem kemur ekkert inn á okkar svæði sko, en fólkbólinn vera píla flottir svæði sko. Þetta er að nýpa í einhvern veginn menntavísindasvið en reyna að fá kennara til að búa til einhver verkefni með þessum. Ég get blatti með því, ég hef notað sko fólksvæðin til kennari í kennara ítrekka og ef ég skoði Google Earth þá er eiginlega allar 360 gráða myndir sem eru þaðan frá nemendum mínum. Það væri Ég sendi alltaf daga. en umsagnir er eitthvað svona sem að skiptir máli þarna að það væri einfaldlega bara já, bara gott að þetta sé friðlýst en líka að huga að aðgengi og kynningu á svæði. Það er á verklista. Ég er svona Fræðsluskilti Við erum spáð fyrir það á TikTok. Já, spáði oft farið og sett svona Skaman mitt, já. Það verður væntanlega eins og kemur fram að kynningarferli hefnist á vormisseri. Ég veit ekki bara bara fagnum því að það sé verið að Það er bara verið að láta ykkur vita. það eru bara næst, við verðum bara með fleiri það er í dreifinu, kaffin yfir það er komið fullt á kúluna pappa henni, það er svona 360 myndir aðeins við lögum og við varum senda einhverja stendi eða núna næstis Ok, ef ykkur hefur áhuga að taka þátt fyrir hendi íbúarás í þessari vinnu þá ætla að landa með því. Ég finnst það bara mjög spennandi og líst vel á þessar stjórn og mennar áþærir. Það er ekki umhverfisstofnun sem að myndi vera að fjalla til að lyfja eða laugardagsins. Það er minjastofnun. Já, laugar, hún er búin að smögla löglega í Laugarnesi. Já, landtíðinni. það er mjög fattvendir sko, umræðan Já, ég veit ekki hvernig þetta var. Erum þá bara í málefni hverfisins síðan það skólið. Það vil ég vera. Við þessu, þá varst að klara. Ég var tópilinn. En ég skal byrja. Já. Ég fór á fund skóla á Vísindaráðs og þar var, þetta var svo fundi sem átti að hafa það með 15. sem flesta. Það var haldinn og það var fullt hús og það var sagt mjög mikið því sem fór fram þarna er ég lítið trúnaði en sem kom fram er að sviðsmynd 4 verður sú leið sem verður farið varðandi skólaráðs Laugardalnum með smá breytingum varðandi verkja fyrirkomulag, aldurinn Laugarnes 1.4, Laugalækja 5.7 og Langholts 1.7 sem ekki rauði.
Já, Langaskóli er Já. líka. það er þetta. Já, og það verði sem byggður bíl líka stigs. Langaskóli er fyrst til 7. Sölvakta Já. og þá 8. 9. 10. Já, samskóla er minnst. Já, og hvað það er skólinni verið? Fyrstir til Laugarnes er fyrst til 4. Laugarnes til 7. Já, þannig að samskóli er bara 8. 9. 10. Það, samkvæmt tilkynningu í dag, þetta á að gera hérna þriðjum og þrótti. Já. Það er ekki alls ekki í Nei, við foreldrar Það er fyrir lagt mjög og samt bara þú veist, þetta kom Já. á tilkynning, sko. það var verið að senda inn í dag undirskriftalista Hérna, frá foreldrafélagum og foreldrar barna í skólanum. sko, hérna, það er grein á einu vísi núna, hjá henni hérna á Lífi. Þau kom í dag, fólksfylgir lokal. Já, þessi mál. Ég er svo sem ég sé opinbera fréttatilkynningu en hérna er Það kemur upp hluti á morgun með fleiri gögnum og kynningu frá Gretu sem tók saman hana tímalínu og skipulag og fór yfir þetta allt saman. Þetta er Og ekki fjallað það með voru, sko. Nei, hún sko ekki. Þessi skóli á að vera áhugaðstum þessu bara sem ekki verið. Já, Þetta var að vera stærra en Hagaskóli. Ég meina það er bara, þetta er alveglega verst á það sem ég verið að gera í þeim vöndu sem ég Hérna, sko, hvað með samtal? Það var bara einhvern. Ég meina það var samtal, það var bara mjög á. nei, ég sagði það var bara einhverja. Nei, ég meina nú bara, sko, ég meina, ef að þetta var trúverðugt. Ok. Það situr einhver staðar og er með bara stóra innviðaskuld og ætlar að verða eitthvað að lesa. En bara samtalið bara, ok, komdu bara að funda og tala við okkur og selda okkur það að þetta sé eitthvað snillt. Ég veit að það væru Þannig ég veit að það er segja svona því að það borgarfélögin og íbúðsfélögin. verður hvað sem. Ekki nefnum Ég held að ég var kynningafundi með íbúðasamtökum og fólksfélögum. En sko, Í vikunni eða- íbúðsamtökin hafa ekki fengið neitt póst um það. Nei, ekki nefnum bóttumálum. Sko, varandi samtalið, bara að því að þú reynist það. Þegar þú farið í þessa vinnu, og niðurstaða úr þeirri vinnu var þarna lág fyrir 22, þá var þetta búið að fara í gegnum þetta að reyna að selja fólkið. En það bara, það var heift. Þannig það er raunin búið að reyna að selja fólkið. Svo náttúrulega var aftur í vor og fólk var náttúrulega líka mjög ósátt um það að þetta var gert bara 5 mínútur í sumarfrí, sko. Og þú veist, þetta lyktaði allt mjög svona að við erum bara að segja ykkur frá þessu en við erum að leyfa ykkur að halda að þið fáið eitthvað að segja um það. Og svo núna að koma með þetta 5 mínútur í jólafrí, þá voru allir bara herðir, þú veist, Reykjavík var geðsvöldið að gefa foreldrum fingurinn, sko. Bara ég ræð og þú veist, það er bara svona það, en það er ekki hlusta á, ekki orð eða staf og því sem að hefur komið frá foreldrafélögum, sko. Og allir þeir fundir sem hafi haldið sem þar sem hefur boðið upp á samtal, opnir fundir, eins og bara síðast í vor og það fylgist ekki við bóðið fyrst að það er í vor, það er hópum fundur, við erum þeim fundir. Það er bara, það er bara ekki verið að mér finnst það bara. Það er bara fólkið með að sérstaklega aðferðanlega. Hérna þessi, þannig að í sumarbyrjun að þá var þessi fundur og þá var verið að leggja á borðið þessa leið og þá komur hlutin eins og það að þessi frístund fyrir
Laugarnesskóla og Langholtsskóla, hún hefði ekki verið metin, en á þeim tíma þá allavega lá fyrir frá foreldrum að þeir teldu að þetta væri algjörlega óásættanlegt að vera með þessar frístönd saman, þannig að það var eitthvað sem hafði hreint ekki verið adressera, það hefði ekki verið leyst og það hefði ekki ennþá verið leyst nema það hefði komið upp að þessum fundi. Þetta er þjónustuskerðing við þessi börn ef þeir menn allt í einhverja frístund sem er svo langt í burt að þeir fara ekki. Það er þjónustuskerðing. Ég veist hvað má segja ykkur hvernig hlutir kemur út. Það kom eitthvað fram á orðlýstundina sem kemur í ljós og verður vonandi getur Svo nú líka eins með starfsmyndir á þessum safnskóla, það er svo langt fyrir þessum börn að fara að Reykjavíkurborg sem skyldu til að borga fyrir skólaakstur. Og það var gagnrýnt auðvitað líka og ég meina þetta er ekki boðlaust, þessi náttúrulega bara augljóst, en það eina sem ég get sagt jákvætt er að það hefur þó hlust á að Laugarneshverfið verði áfram eitt skóla og börnin fara á milli skóla. Það verður þó að gefa það. Ég myndi gleðjast samt ef einhver myndi anskotast til þess að byggja þetta íþróttahús við Laugarnesskóla sem átt að byggja fyrir lýðræðislöngu síðan og þú nokk teikna þar. Það gera svo að gera það og Laugarnesskóli hlýtur að þurfa íþróttahús og Langholtsskóli hlýtur að þurfa íþróttahús. Og það er ekki bara hægt að koma hérna og segja já, við ætlum bara að gera svona af því það er svo margt annað sem vantar og það þarf líka að gera það. Og svo bara finnst mér þetta ávísun á deiliskipulagsbreytingu dauðans. Íbúasamtökin hafa alltaf mælt gegn því að byggja meira í jörð. Það eina sem við ekki sett okkur upp á móti er þessi blessaða þjóðin. Af því hún í algjörlega jaðrinum á dalnum. Við erum alltaf að segja þetta, ekki byggja meira í dalnum, við erum að hafa hana borganga. Fólk vilja geta verið úti, geta notið útiveru. Þetta er þá algjörlega á skjönda. Það er ekki gegn ráð fyrir skóli á bíl. Nei. Og það koma á veggi. Það er þannig, það er ekki gert það fyrir meira bílum og það er einhvern finnst að koma bílastæðum. Nei, en það er mér sem ekki gert ráð fyrir að við heilt að þannig að þú segir mér líka fínum svona það er enginn að segja mér að það séu alltaf að fara að labba í skólan. Þú veist, í samt þetta er nefnt fyrir það. Nei, alls ekki. Þá ætti ég bara líka leggja til að og ég hef áður sagt það og ég skal bara segja það eftir núna að ég held að það ætti bara að byggja þetta þá þar sem að skautahöllin er og við byggja nýja skautahöll annars staðar. Það myndi vera svo miklu öðum. En ég er ekki að segja að þessi skóli verður eitthvað, margum gleði ekki. Það er hrúa 100 núni eitthvað saman. Ég hef ákveðast Ég hef komið fyrir í landmæsturálfum félagslega. Ég bara, ég finnst þetta svo gaman. ég og það nú ólst ég upp út af landi þess að var þegar ég var komin í 7. bekk, þá fór ég í svona safnskóla og þetta hefur líka rosalega jákvæð félagslega. Það getur bæði bara svona til að koma með á móti sko. Að þú veist, þú kynnist mjög margir sem kannski ekkert mikið að finna sig í yngri bekkjunum sem síðan allt í einu kynnast síðan bestu vinum þegar þeir koma upp í eldri skóla. Þetta er svona fresh start sko, þetta er ný byrjun sko fyrir marga. Þannig að ég hef ekkert gríðarlegar áhyggjur af félagsstarfinu, ég held að hvað muni finna leið, en það maður gæti samt að maður líka alveg gerst er að það gæti alveg orðið samt svona einhver gengja söfnum, liggur við, þú veist, það farið að rótta sig saman, þú veist, þeir sem voru í þessum skóla er bara og eitthvað svoleiðis. En það er bara starf þá starfsmanna skólans að leysa úr því, sko. Það verður mjög mikið starf fyrir þau að leysa úr. Þessi lausn líka bara fyrir sko að vera með svona svona stóran skóla og skilja svo hóðaskóla eftir horni. Sammála því. Og bara af hverju erum við það ekki með 2 safnskóla? Og viðráðanlega stærð á safnskóla. Bara af hverju óskopunum getur það ekki Langholtsskóli og Langholtsskóla og hóðaskóla verið saman. Og Laugarnesi verið í sér það er þetta hús út á horni við Laugarnesveginn sem engin veit hvað að gera við og það er hægt að búa til unglingaskóla þar. Það er sem var búið það. Staðarskólinn. Það er fullt af lóðum.
það þarf að nota þær. En þetta, einn skóli og skilja svo skóla eftir, það finnst mér ekki góð. Nei, ég snúi því sko. Ég er bara, sko, Þetta allt búið að segja á þetta. ég er svona veist að segja og við þáttum að bara mjög góðri menningu auðvitað á langskóla sem er, þú veist, allir þættinir, mjög góð skólamenningar. Það er alveg plássrætt og að stækka skóla, bara eðlilega. Það er með þessu skipti einn mál. Það kennarar fröndum þeim. Það er bara eins og skipti einn máli. Þetta er gott dæmi það að pólitíkin kemur og treður upp og bókja á fólkinu í landinu. Og ég finnst bara með ólíkindum að meirihlutin skuli komast upp með. Þetta er búið að gangi mörg ár. Þessi uppfyllun þessi skóla var ekki lögða og nákvæmlega eins og segir, þessi skýrsla þetta, þessar 4. sviðsmenn, lá hún skúfi í marga mánuði og svo dregin svona rétt sumfrí. Og núna þetta dregið upp rétt á hana við lentum inn í jólafrí. Ég myndi segja að þetta væri stjórnsýsla á að versta stíl. Já, samanlega. Það er bara líka sviðstjórnir. Það er komin í sviðstjórnir, það er komin eftir tímum. Það er ekkert voðalega margt gott að segja því miður og það sem er náttúrulega það að taka þrýðningin á Þrótti er náttúrulega bara áhugsun af það að þessu deiliskipulagsbreytingu henni verður mótmælt. Það er bara prófaði bara að vera bílunum fyrir þess að Reykjavíkurborg í mörgum ást. Nú þetta sem hann er að gera. Það var áhyggjuslegt en þú veist ekki alltaf ekki það sem hann vill alltaf en þetta svæði hefur Þróttur haft. Það er nefnilega málið. Það má alltaf taka þeim sem að Reykjavíkurborg er að styrkja en svo er það aðrar óslæðstæðir. Og ég velti fyrir mér bara hlutum eins og Skautarækt sem að getur verið hvað sem er í borginni. Því hún þarf ekki að vera stafsist á blettinni. Það fær í Garðabæri, ég þetta þar og hún stæði. Þetta er bara mjög víða. Ég er bara að taka það sem dæmi byggingar og bílaugar. Það sem er nú þegar. Það er ekki að taka það. En ég er ekkert að tala það í sjálfu sér í nafni íbúðsvandar. Ég er bara að hugsa þessu. Já. Getum við álíktað þetta? Eða hefur þetta samtal eitthvað uppstig? Ég veit það ekki. Mér finnst öll samtöl sem að hafa verið í kringum skóla þegar ég hafa ekki það þessna. Mér finnst maður býna vera að tala bara við vextu. Ég hef mjög sterka skoðun á því að ég vil fá faglega umræðu það kost og galla þess að vera með ég held að þetta hafa átt að vera 700 börn, ég man ekki hvað átt að vera þess vegar og kannski 70 börn hins vegar í sama börnvist. Að velta þessu, það finnst mér vera faglega umræðu sem á að eiga sér stað. Af hverju voru skóla ekki inn í þessar umræðu? Og af hverju þá ekki verið að hugsa 2 unglingaskóla, þetta eins og það er vaks. Og mér finnst nauðsynlegt að við ályktum þetta og þú veist, sama í rauninni hvað stöndum við pólitík, að við vorum við pólitísk og önnur ekki, að þá staðreyndin sú að niðurstaða vinnuna sem fór í gang út af þessum málum, hún var alveg skil á 2020. Það er að fara þvert á það. Og síðan þá hafa verið haldin fundir þar sem fólkið í þessu hverfi hefur mótmælt þessari sviðsmynd. Það er bara alveg skýrt. Það er það sem skiptir máli, alveg saman hvar við stöndum pólitískt. Og alveg saman þó að sé 1 eða 2 kennarar sem væru til að vinna í unglingaskóla, heilt yfir, þá er búið að segja nei takk við þessu. Það er búið að gera ítrekað. Það er það sem við erum að fókusera á í svona álit. Það er það sem við erum að gera, við erum að vinna fyrir fólki í hverfinu. Andmæli því að byggja í Laugardal.
og meina á voru. Já, og Það þetta það. Við setjum þetta allt í náttúrulega í sumarbyrjun. Svo getum við að draga hana fram, þá umsögn og umorðana og í uppvíkleika og þetta nokkra línu. Þetta hefur ekki breyst síðan þá. Þetta bara, og í rauninni var búið að taka ákvörðun þetta fyrir löngu sko. Það var bara verið að bíða með þetta fram yfir kosningar. Það var alveg greinilega fullnægandi við vorum, það var bara búið að taka ákvörðun á því. Þetta skildi samtal sem var við íbúana sko. Það var ekki verið að leyfa þeim að ráða eða koma með, þú veist, allt sem maður spurði út í, það er bara skein af þeim að það var búið að taka ákvörðun, þetta yrði svona. Þetta var auðvitað. Hún líður þessum pínu svo Reykjavík og sem bara, þú veist, það líka við bara frá búlja, þú veist, íbúa Laugardals með þessu, það er bara já, algjörlega. svo það eru gögn á leiðinni, það eru kynningar á leiðinni, þannig að við leyfum þeim gögnum að koma fram og þessar kynningar að klarast, þannig að við getum tekið saman einhvern á íbúðaranum. Hvernig eigum við að vita það að það sé að koma kynningar? Því við múst að tala að það væri eitthvað á morgun en þau hefur ekki fengið neitt góð það. Mér var það að spunda kannski eitthvað sem það er. og það fór hvað kostin í jól sko. Þessi fundur á miðvikudaginn. Já. Fyrir stöð. Fyrir starfsfólk, já, það var ekki búið að koma neitt Nei, ég segi það bara á fólki. Já, ég er búinn að spyrja fulltrúa fyrir þetta í ráðunum. Þeir eru settir. En ég hef ekki sá miklu mann sem þarf við formann ráðsins hér inni. Það er bannýta íbúðaráðið í þessari raunum og kynningu á breytingum. Það er þess að sjálfur. Það hefur eiginlega ekkert verið. Þetta er ekki fagleg vinna. Það er bara Síðan það er mjög erfitt að vera að fjalla við þessu. Það er bara að gleyma hvað því það var. þá er leiðunis. Já. Ok. Það var friðinum á þessu. Býðum það aðeins með ákveðin. Það er búið að samþykkja þessi tillögu í ráðunum. Það þarf auðvitað að verða samþykkis borgaraðið næst. Er búið fjármagn? Það er búið að fjármagnast og undirbæta skóla sem þetta var úti. Þú var flugverð. Það sé bottom line. Já, það Það gerst að það er kostnaður. Það var ekki búið að teikna þessi við í maí. Nei. Og það er bara ekki heldur viðbygging skólinn. Það er fjármagn. Minnst rask. Skóðstaf. Ok, hvað segirðu? Uppfylling? Vilja? Þetta var friður lögumist. Já, ég teikstu við það ekki. Það er umræðan sem það í bókabókum. Sem landfylgjum. En það var spurningur friðun á lögumistandanum. Og þessi landfylgjum náttúrulega er í einhverjum ferðinu. Sem þetta er skemmtilega. Það var bara, ég veit ekki hver á að fjalla þessum friðun lögumistandanum. Já. Og við fengum alltaf umfjöldunar fyrir einhverjum síðan. Við ályktuðum eitthvað deilskipulagsbreytinguna 2016 þar sem að var gefið leyfi til að byggja eitthvað. Settum það í skipulagsbreytingu? Já, því. Þetta svæði. Númer 863. Já, þetta er svæði fyrir austan. Lögumist sko. Við stjórna skilning og tekur undir. Alltaf íbúa að nýta og vinda. Lögumist bæði fyrir útsýn og sjó og við og sömulegst menningarminjar og náttúruminjar sem eru á þessu svæði. En mér finnst svona kannski viðbragð við þessari fyrirhugðu landfyllingu
við það að koma í landfylging nærfræðingsstofnum breytingin sér takmörkum. Og deiliskipulagsbreytingin með 2 byggingulóðum þar sem annarinn á að geta verið alltaf 10 metra há og þar með ljúfa sjónlínu frá Laugarnesi yfir að Viðeyjarskóla. Það er það sem að þau hafa verið og hefur verið aðal ábendingin í þessu samfélagi. Og svo hitt sem að ég náttúrulega benti á, ég var ekki meðvituð þegar við fylgum þetta hér, við sendum en umsögn líka í búðandingum, var náttúrulega þetta virðist við Ljósbjörni aðalskipum. Það er að segja að þarna geti ekki 2 lóðir en því að veitast þurfi að fá stækkun á sinni lóð. Og ég vona að þetta sé einhverju vitrænu umfjöllunarferli en að meina bara hvort að Laugarnesi friðunina sjálfan Laugarnesstofnun geti allt heima hjá okkur eða hvort að við erum að styðja við að koma því áfram. Það var eitthvað verndarsvæði. Það er verndarsvæði. Líf Magnúsdóttir lagði fram tillögu að fyrir borgarráð að hann yrði friðaður og spurning hvernig vildi að hvort við gætum eitthvað stutt við. Ég Við veit þetta ferli. Það er bara þessi Já. Ég finn við í ályktinu sem við sendum frá við skrifum inn og það er fórstöðum fyrir það í landfyllingar sem nýttast fyrir alltaf byggjustík og útsýnisfræði og við vorum hvetjum til þess að það er ekki nýttan á þessari ljóð það er ekki rómast hlýðin og það er nálega byggjum Mér vegna að þetta nýttandi einhver húkustæði Ég veit að það var komið eitthvað akkur í að einhver fjárfesti í eitthvað öðru en útvíkstæði fjárfestin ekki í útvíkstæði. Já, en það er okkur ekki padri með notkun á það sem er nýta svæði. Þú spyrjaði? Ég held að þetta sé þessi ytri lóð þarna sé eitthvað sem að Faxaflóahafnin hafi verið ástæða á við sína skrifstofur og ég veit ekkert það en ég svona gruna það því það er umræða sem hefur svona lifað svo vel en aðalmáli kannski hvernig við forðum því að þetta verði alveg rófum þessi tenging Laugarnesis við Viðeyjarskóla. Auðvitað sér maður ekki enn á milli eða skemmtiferðaskipin eru þetta fyrir en öllu jöfnum sér maður. Sko, þannig að jákvæðið sem að bera á Laugarnesstofu fyrir viðtalið listasafnið. Þannig þegar við stóð fyrir í varir eða í orðum og lengst með þetta frá listin það er Viðeyjarskóla Það er ekki á hoppinu það er stændu ferðar ef ekki næs til lengjörni Nei, þú veist maður byggja maður spýtur við það sko en Þannig vil ég að Viðeyjarskóla sér en á móti kemur gæti verið einhver síðan frá sem við Ég meira þess að byrja Laugarnesis bara yfir höfum eigum við að styðja, reyna að styðja eitthvað við að koma með eitthvað fyrir og ég get líka bara að koma með þetta fyrir næsta fund Já, þetta líklega það var bara í einhverja stjórnsýslu Þetta var ná einmitt annar stað sem ég fór á með þessi með kennar á í svona velferðsnám Laugarnesstofnun til að skoða það er eins og hluti þar sem hægt að skoða Endilega, þú har sagt á mig og ég get komið þá í fréttaskrá. Ok. Fleiri málefni kvöldsins en það var að svara. Já, gerðu vel. Það var í síðustu viku þá undirritaði borgarstjóri og lögreglulaun á höfuðborgarsvæðinu, sýslumaður, skýrslan og framhaldsskólanir og grunnskólanir og leikskólanir, samstarfsyfirlýsingu vegna barna í viðkvæmri stöðu og Norðurmiðstöð
sem sagt með vinnustofu 16. janúar og á vinnustofunni eru þá fulltrúar frá öllum þessum stofnunum. Foreldrar fyrir hverfinu verður líka með fulltrúa. Við sem sagt lögreglan sér dagskrána fyrir hádegi og lögreglan verður þá með tölur hverfið, varðandi ofbeldi og bara tölur börnin okkar og hvaða áhættuþættir eru hér í hverfinu. En eftir hádegi þá mun Reykjavíkurborg sjá dagskrána og þetta sem sagt heill dagur. Og við verðum með áherslu eftir hádegi á hatursorðræðu og stafrænt ofbeldi og það verða sem sagt nemendur með okkur frá framhaldsskólanum og frá grunnskólanum hér á málstofunni eða á vinnustofunni og taka þátt í henni og verða með erindi. Ykkur velkomin að koma frá að sjá íbúðaráð ef ég veit hvað ég vinni. 16. janúar frá 10. Við byrjum 10 til 15:30 og ég get sagt ykkur skráningu á vinnustofunni. Það er mjög mikilvægt að lögreglan þetta svona partur af þessari samstarfsleikur sem við höfum að búa til verklega fyrir bara hvernig við ætlum að bregðast við þegar kemur að áhættumönnum og barna við umstöðum. Frá klukkan hvað segir við 16. Morgunmaturinn byrjar, eða svona morgunhressing 9:45 en dagskráin byrjar 10. 15:30, ekki 17:30 og við verðum hádegi. Og þetta verða sem sagt, við verðum, þegar eiginlega lögreglan að stjórna þessu, en ég að vinna að vinnustofunni með lögreglunni. Við verðum með örsögur og borðvinnu. Það verða 10 manns á hverju borði fyrir sig og við gerum ráð fyrir að vera með 12-15 borð. Stundvíslu var með þetta í september á með 120 manns og þar styrir að ferði. Við höfum búin að boða nokkur trúfélag, svona þessi helstu trúfélag og tengt svona þjóðunum sem við erum að taka á móti, sem búa inn í hverfinu. Og það er alltaf að boða komu sína, það er trúfélag sem við höfum líka mikilvægur að aftakandi í samfélagum að ná til barnanna í viðkvæmum stöðum. Já, þannig þannig að það verða boðavinna fyrir og eftir hádegi og svona niðurstöður þeirra vinnu og lögreglan að setja upp alls konar örsögur sem við vinnum með út frá ofbeldismenningu, hvernig við veit bara sem samfélag að bregðast því og hvernig byggjum við því eftir. Það verður ekki fyrir hádegi og eftir hádegi að byrja að varast á netinu og til gervigreindinni og af því að gervigreindinni er nýr þáttur í að ná til barna. Brjóta á kynferðislega. Við verðum örsögur og við ásast að vinna úr þessum örsögum frá bara lögum samfélagsins. Já, þetta er mjög spennandi, mjög áhugavert og við erum sem sagt Suðurmiðstöð búin að fara í gegnum þetta ferli með lögreglunni og vestur og nú norðurmiðstöð og svo verður austurmiðstöð hefði þessa vinnu í janúar. Ég hef með þetta áhyggjur að ungmennar okkar hefur svolítið útsenda þeir Reykjavík með þessu sólarhringsverslun í bara fanginu. Og það hefur bara ákveðin áhrif á munstur, neyslumunstur. Ungmennar sækja félagsmiðstöðina sína mjög vel þessi 3 kvöld í viku en náttúrulega bara frá 19:30 til 10, stundum korter í 11. Það fer eftir svona hverfum líka, þannig að það er skert. Ég er fædd 1975 og ég gat farið í ársælt líka lögum, þannig að það var alltaf okkar félagsmiðstöð. Þannig að ég er akkurat þessi kynslóð og það var verið að byrja með meiri þáttöku okkar í félagsmiðstöðum. En núna er þessi þjónusta skert á skerana af mér skilst meira niður
og foreldraþorpið hér í hverfinu hefur verið að funda með áður en það var stjórnarslið, fundum að barna og menntamálaráðherra og starfsfólki þar. Og við erum búin núna að fá að vita allar áherslur flokkana í æskulýðsstefnu ríkisins. Það kveðið á að það á að búa til fjölbreytt þjónustu fyrir frá miðstigi tengt á félagsmiðstöðvum og nú bara foreldraþorpið að fylgja því eftir hvað ætlar nýja ríkisstjórn að gera. Það að setja pening í þennan málaflokk út af því að það er öll sveitarfélög kalla á meiri fjármagn því að við getum ekki verið hagkvæmum að passa börnunum okkar eða þessar búðir eru út allt. Ég fyrir starfsmaður í félagsmiðstöð fyrir margar ára á fortíðina og mikið aðdáandi og viljandi góða félagsmiðstöð og þetta störf þeirra mikilvæg mjög vel. Ég held að þetta sé árið. Það er ótrúlega mikilvægt að þegar ég var í starfi fyrir félagsmiðstöð og við þá félagsöfðu að hafa opið þetta væri svona frekar annað heimilið en það var opið frá félags en skiplega eftir kvöldvarsku. Ég held að það er mjög mikilvægt að skjara ríkisþjónustu meira. Vonandi tekur ný ríkisstjórn sem að fjárfestir meira í þessu. Ég veit að það var eitthvað á stefnumál Samfylkingarinnar í landsmálum að stefna lögfestingu félagsmiðstöðva. Hún er tilbúin. Og auka þannig eitthvað fjármagn fyrir fyrirtæki til að streyma. Því að ég þekki það bara mjög vel og ég bara geti talið einstaklinga sem ég veit að fundu sér ekki skólakerfi og fundu hins vegar svona fjör og styrkleika að þróa það bæði lít sem eftir skólagöngu en ekki síður bætt í skólagöngu með námsstjórn. Og bara það að finna fyrir því að maður sé góður í maður sko að vera betri maður ekki vonið sig það fyrir utan þetta óformlega nám í samskiptum, þessum félagslegum samskiptum og þessum óskráðu reglum sem sumir rekja sér stöðu á skilgjöfnum þeir eða skilgjöfnum snúðskettum eða skilgjöfnum var ekki búið í Ísfjörna og stundum á það bara því miður einhvers konar útskýringar í því bara erfið samskipti og börn ekkert að menntiðir félagsþjónustu aðeins og grípa á það til auðvitað ráða að stoppa samskiptin. En félagsmiðstöð mitt staður sem fær fólk inn og sitt ótrúlegu kjænslu á akkurat þessum bara stoppa erfið samskipti og hjálpa fólki að laga það. Og ég held að sé ótrúlega mikilvægt að skilja ekki þessu þjónustu og gera þetta að einhvers konar eðlilegum áfangstað, frekar en að sé alltaf eitthvað skipulagt og við erum að fara núna að búa í Karmelu og við erum núna að fara að gera þetta að verða einhvern veginn meira svona inn í hreistbánum og tengt á nýjum unglingaskóla að fara teikna inn í hann félagsmiðstöð sem væri þá ná tengdari skólastarfinu svo það eitthvað jákvæmt mögulega komið þar fram. Þrátt fyrir það samt skipta skoðanir meðal félagsskólafræðinga og starfsfólks að þeir séu ekki í skólinn heldur sé eitthvað annað í skólinn sem ég alveg sammála. En það samt alltaf býr til möguleika á einhverja meiri samfellu og að starfið sé ekki í einhverju byggingu út í endahverfis eins og svolítið núna bara landbúnaðarstofnun heldur nær og kannski nær einhverjum skeiðum. Ég held að það sé flott. Ég nú þegar maður segja hvernig sem svona sérstaklega af þessum drifum. Lögin átti að fara til samráðs 15. nóvember stjórnarslið, þannig að þau eru tilbúin. Vonandi verða þau samþykkt en það fer alltaf til nýjum ráðherra hvað áhugamálum hefur á þessum málaflokki. Því miður fengum alveg þegar svör úr ráðuneytinu. Foreldraþorpið mun fylgja þess eftir og við eigum fund loksins með borgarstjóra þannig í lok mánaðarins. Þannig að þar meila þarf að því þarna eru forvarnir. Ég veit það, ég er bara að segja það fyrir mínum græsum og eins og ég get hér nú að það er mikið ótrúlega að fjárfesta í auka kvöld í félagsmiðstöð heldur en
fjölskyldustöð hjólum og lögreglurum eða stækkun og fangelsi og rafvæða byssuvæða lögregluna eða eitthvað sem er í framtíðin sem aldrei mætti ef það er komið í veg fyrir sér Líka nemendur sem segja þetta sjálfur á unglingastigi, þau vilja, sko, kennari er alltaf kennari og þú veist, hann hefur það traust að vera kennari. En félagsmiðstöðvar starfsmaður, þau bara einhvern veginn þegar eitthvað bjátar á, þá vilja þau leita til þeirra og þau segja þetta bara sjálf, þetta er ekki komið frá mér eða foreldrarnir. En við verðum að hlusta í hvað áttir þeirra. Og þar eru þau í sko vernduð umhverfi, óformlegt en formlegt nám þannig séð. Þannig að bara ég vona því sem bara hópur og framfélagsstofnun getur þrýst á þetta. Tekur til það? Yes. En ég sendi ykkur, hvernig sendi ég á ykkur? Bara á postlistan sem að þeir fundabóðið. Boðsbréfið á... Já, við bara á efsett, þetta var hann í nefndarlistan. Það er eitt svona stutt sem við verðum að koma að bara þetta það tala svona ás nýja leikskólan að núna í hálfkunnudaginn þá eru foreldrar mjög svo varið það er ekkert handrið í stíganum. Það er mjög hættulegt. Það var fljúgandi hálka, ekkert sandað og ekki neitt og það var bara, þú veist, já. Og svo var fólk byrjað að labba á grasinu við hliðina á stíganum og þá var náttúrulega þjappaði snjórinn þar og það var líka orðin orka. Þannig að það má endilega reyna að gera við því. Bara, þú veist, setja handrið sig með því að það er ekkert nema bara ef þú dettur öðrum meginn þá lendur á steyptu ruslatunnusskýli. Ef þú dettur hinum meginn þá lendur í njöruna. Eða smá grasballi á runa og fyrir utan það náttúrulega ef þú rennur niður stegan þá bara endur út á götur. Það við komum sér fram fyrir leikskólastofan eða bara... Já, ég er alveg bara, þú veist, ég hef alveg þegar ég fór, þú veist, þá nefndi ég alveg 2 mánuðina, þannig að þegar var mikið húka núna síðast, bara þú verðið að sanda eða gera þetta, bara ég er búið að tala Reykjavíkurborg, en þú veist, það er svona. Ég er bönnan mingir eða sko. Já. Og ég veit skólinn gerir þetta svo leiðist, þá er það svona fastkvæmum þess. Þetta er einhvern kannski innans, en það er alltaf mjög sko. Ég held að þessu líka kannski bara að reyna að fá foreldra til að þrýsta að það sé eitthvað gert líka kannski. Það er hiti í sko stéttinni fyrir framan og svona hjólastóla aðgenginu burt í lóðinni, það var engin hálka það, en ef það varst að lappa upp stigann að þá er það. Og er þetta líka satt fyrir leikskóla? Já, þetta er ekki af leikskóla? Nei, þetta er einnig leikskóla. Var það með leikskóla? Já. Þetta er bara stigið frá gangstéttinni og upp að hliðinni fyrir flesta hættu að draga sveg. Já. Þetta er kannski skilja betur ef það væri fyrir utan leikskóla þá væri það svolítið svæði sem það verið óváttan. Já. Ef við eitthvað fylgjast eftir starfsmenn Reykjavíkurborgar eða hvernig allir til þú það? Ég er sem nátíkur. Nátíkur, já. Reykjavíkurborgar. Kom nú fram í Stundum að það gaf þeir líka mikið á það eitthvað svona sem mann býta að þetta. Já. Fólk ekki búið að vinna. Já, ábyrðingar er bara eitthvað annað. Ef ráðherra vill senda ábendingu, þá bara setja málið á dagskrá og bókið þetta. Þetta er bara hendur þessi ykkur meginn skilur, það bara myndi strax gera rosa mikið. Ég var að labba hana með stelpuna mína sem alltaf flaug á hausinu, ég hélt bara í hendina á henni og hún hékk. Þú veist mér, ég var líka við dróð hana upp stigann sko, því að hún náði yngri fótfestu í stiganum. Getur ekki gert eitthvað annað þessu ábyrgum? Já, kemur ekki út um ábyrgum? Nei, það er tíma það í hittinu stofnum. Hitt ekki bókaða málið, það sendi ég þetta bara á skólafjölskyldunum fyrir sko. Ok. Þau komið með frjóðbókum? Já. Sendið bara fyrir skól? Eða það gera núna sko. Eða það leggja fram bókun ráðsins. Bara að það sé eitthvað bara... Ég hringi bara í Grafhúsið þegar svona þeir bara mæ. Það fylgja, þetta er bara, það þá bara... Ég sko er sammála, það er leikskólastöðum að það hengir fanga og fáum við aðeins og mörg. Ég er sammála með andrið öðrum meginn sé eðlilegt. Ég orða að það er ábyrjandi í hálkunni sem var það vantar því að maður myndi haldið að þó að það væri saltað og mörg.
að það sé handrið settur og ekki síður ef amma og afi er að sækja eða eitthvað. Þá með þeim fennum Já. séu rök fyrir handrið öðrum megin. Ég hef aldrei pælt í því fyrir bara þarna þá væri bara af hverju er ekki handrið hérna. Já. Nú í áskunni bara á að það vantar handrið við stigann sem liggur að leikskólanum Sunnás inn á lóðinni og hægt að skoða að koma upp handrið veggja vegna stíksins til að koma með fyrir möguleg beinbók. Starfsfólk Sunnás þekki með Þegar ég bara bent á nauðsyn, stefnir að spyrja þessu. Líka Ég vil álega bókum. Já. álega. Tilbyr það. Orðstíðin eða fremdklippingin. Það er svo flott hjá þeim. Já, það er spennið. Það er senda orðað. Íbúarráðið Laugardalsbendir á nauðsyn sem komið upp handrið veggja vegna stíksins til að koma með fyrir möguleg beinbók. Það ekki stígum. Það er bara Slysafólki. slysafólki. Já. Allt í lagi að það er maður sem er. Við viljum ekki þetta sem þetta er. Það má við. Það er sérst foreldrarnir haldið og þetta er foreldrar og fyrir Já. með sér sko. Já, ég er bara, Þetta er ofan á. Já, eða þetta er rónablandið mitt. ég lendi í þessum, spilur í kannski í balvið, sko, þetta var í lúfu, þannig ég það er gert sem byrður bara í lúfuna, það er í balvið. Og það segir lúfuna. Þá bjargaði þér. Bara stóðan. Stringfulags. Já. Ok, eitthvað meira nú? Ég finnst bara að ég er svolítið leiði við líka þessum samskiptum sem eru framöndan þessari niðurstöðu og vísindasviðsins. Ég get sagt að Þetta verður frá skóla og frístundasviði er ekki fundarbeini, en rosalega langur fórstíðna eftir að þessi fundur byrjaði. Það er bara eitthvað ekki. Það vilja skrifa bréf núna í lúkdags sem er. Og ég veit að það er fylgja på morgun sem var vikdags í fylgja. Það kennir mig ekki máli morgun. Já, ég fór Ekki næst. En ég leik, sko. maður ekki annað að gera svona aðvendun en að fara og búa til einhvers hafa henni á. Þetta er nú góð starfsmannægjum. Það er fullt af víði. Þetta er svona vinnbröð. Þetta er svona, það er svona sign. Svo sé ég verið að vinna. Já, maður gerir það erfiðasta tíma. Þetta er eitthvað svona óheðilegt. Þetta var ekki. Ég er að fylgjum. Ég veit ekki setur En já, ekki bara fundist þið? Það var einhvern veginn. Já, fundist. Lengur í loftinu? Ekki búin að nóg á lofti? Svona verið í framkvæmdina. Nei. Útvarpinu síðustu viku og svo aftur á morgun.